af hverju þessi þráhyggja fyrir Palestínu og ástandinu fyrir botni Miðjarðarhafs, af hverju þessi þráhyggja á Íslandi? Og þá var ég að tala líka bara fréttastofu RÚV sem búin að vera með þetta á heilanum í mörg ár fyrir öllum fréttatímum. Þetta svo langt frá okkur að það bara fáránlegt að vera að eyða allir þessu orku í þetta, sko. Það ekki eins og þessi ekkert að gerast neins staðar annars staðar í heiminum, sko. Og fólk bara alveg fróðufellandi, sko, yfir þessu öllu saman, alveg fróðufellandi, sko. Það svo breytir bara engu hvernig þetta þróast, hvað gerist, hvort það búið að semja frið eða eitthvað, fólk heldur áfram og bara fróðufellandi, sko. Og ég bara alveg skildi ekki, sko. Þetta mér finnst alveg áhyggjuefni bara, hvað þetta orðið mikið geðrof bara einhvern veginn svona. Góðan daginn og þakka þér kærlega fyrir að hlusta á þetta hlaðvarp. Þessi þáttur eru boðið fiskhúsið.is, Happy Hydrate, Pólsen, Alvörubón, Bæjarins bestu pilsur, heitirpottar.is og drífa.is. Nú ef þú ert að hlusta á þetta á almennri veitu þá getur þú að sjálfsögðu fengið þennan þátt á undan öðrum og án auglýsinga með því að fara inn á partus.is/einpæling og gerast þar áskrifandi, en þannig ert þú að styðja við það að ég skapi þetta efni og áskrifundur eru stærsta staka tekjulind þessa hlaðvarps. Sem áskrifandi getur þú tengt hlaðvarpið við Apple Podcast eða aðrar hlaðvarpsveitur og fengið þáttinn uppfærðan með RSS-slekk sem þú finnur á partus.is/einpæling undir RSS-slekkir sem að gerir hlustun einfalda og þægilega. En ég vil hvetja ykkur til að segja viðskipti við samstarfsmenn mína, en þeir eru að sjálfsögðu ekki sammála mér allt, en þeir eru að stuðla að málfrelsi á Íslandi sem nákvæmlega það sem að þetta hlaðvarp snýst En vindum okkur á þættinum, gjörið þið svo vel. Stefán Máni Sigþórsson, það segir gott. Bara fínt. Er það ekki? Jú. Líf að fara vel með þig? Já. Er þetta ekki tíminn þinn svona almennt? Desember, jólin. Akkur ekki. Ég alltaf að gefa út bækur. Þannig að það svona tengið svolítið líf mitt og jólin. Jólabókaflóðið, jólabókastressið. Já. Er þetta mikið stress? Það bara fyrir eftir hvað maður stressaður. Þetta svo spenna. Þetta alltaf óvissa og maður veit aldrei. Nei, en þér gengur alltaf vel? Mér gengur reyndar alltaf vel, sko. Af hverju? Af því að fólki líkar það sem ég að gera ég ráð fyrir. Þú ætlar að vera aumingi í 6 mánuði? Já. Á listamannalaunum? Aumingin á listamannalaunum? Skilgreinir þið þannig? Nei, þetta eitthvað sem ég sagði á Twitter eitthvað tíma þegar ég var byrjaður. En maður verður aumingi, sko, ef maður á spenanum alltaf, þá verður maður aumingi, alveg sama hvað spenið Ef þú þarft ekki að vinna, ef þú fær bara peninga eitthvað staðar frá fyrir að gera þess með sýnist, þá verður aumingi, sko. Já. Ég nefnilega, sko, þetta merkilegt með listamannalaunin. Því að ég veit að þú hefur rætt áður og við erum ekki bara að eyða öllum tímanum í þetta, en svo kannski bara ræðum með þessum þetta. Þú ert með hennar nýja bók, svo plugga með henni. Þú ert ekki búin að beða mig að ég plugga henni? Nei. Ég aldrei beðin að plugga henni, en ég passa samt að gera. Hinn Helga Kvöl, til Stefán Manna, Árni Matthíasson, blaðamaður, gefur þessi 5 stjörnur, snildar flétta besta bókin hingað til. Þannig að þið kaupið þetta í jólapakkan. Það er mín skipun, það ekki út að Stefán var að beða með það. En listamannalaunin, sko, þú talar spenan, talar fleira. Það sem að mér þykir alltaf svolítið sérkennilegt í þessu, út af ég hef linast ótrúlega mikið á listamannalaunin sem gegnum tíðina. Mér fannst þetta bara alltaf algjörlega fáránlegt. En svo einhvern veginn maður flett inn í þetta svona, ok, frjálshyggja maður það kannski aðeins að bremsa sig af. Við erum með á litlu málsvæði, þetta þungur rekstur, fólk verður ekkert ríkt af þessu, við viljum samt að bækurnar verði til. Það sem mér finnst skrítið í þessu þegar að Margrét Tryggvadóttir kemur og mætir með slíku offorsi gagnvart hverskins gagnrýni, þá einhvern veginn fer ég tilbaka í frjálshyggjububban. Já, ég skil það bara mjög vel. Það má alveg tala um þetta. Það á að tala um öll útgjöld, þetta skattpeningar, þá við höfum alltaf verið tilbúin að ræða í hvað skattpeningar okkar fara, sko, og skiptir alveg máli hvernig þetta notað. En já, þetta lítið málsvæði og þessi sjóður skiptir máli. Það þarf líka að vera, minnst bara vanta svona, þetta sé bara svona, bara frekar einfalt, þú veist. Ég sæki laun segjum bara að ég sæki með 6 mánuði til að gera eina bók eða 2 bækur eða hvað það er. Og ef ég geri það, ef ég stend við það, þá get ég sótt aftur. Nú vil ég gera þessa bók. En ef ég sæki laun í 6 mánuði eða 1 ár til að gera okkur bók eða bækur og er svo ekki búin að gera neitt og sæki samt aftur þá bara segja, nei,
þú gerðir ekki það sem þú sagði þetta að gera. Það einhver samningsbrestur? Já, skilur, þú verður bara að skila því sem þú segist alltaf að gera. Þetta sé ekki bara eins og eftirlaun eða örorkubætur að þú þurfur ekkert að gera neitt ef þið sýnir svo sko, það þarf að vera samhengi að skrifa skáldsögu sé bara ákveða hvað það takir langa tíma eða hvað ríkið er tilbúið að eyða mörgum mánuðum í að styrkja eina bók og sé ekkert farið yfir það. Ef þú ert ekki búin eftir það, þá verður þú bara að klára það sjálfur eða gefast upp eða hvað sem er. Það sé ekki hægt að benda á eitthvað. Hann er búin að vera á listamannalaunum í 12 ár, í 20 ár, hann er búin að gefa út 2 bækur. Er þetta í lagi? Við viljum ekkert að svona staða koma upp, að sé þetta benda á eitthvað sem sé bara búin að vera á spenanum og sé eiginlega ekki gera neitt. Mér finnst það bara ekki í lagi, sko. Á meðan kannski einhver aðrir sækjum og fá ekki neitt á sama tíma, sko. Það verður að vera réttlæti, fara vel með þessa peninga, af því þið skipta máli. Já, það skiptir líka máli hvað þú ert að segja í þessum bókum til þess að fáir. Það hendar ekki að vera hvítur karlmaður, það hendar miklu betur að vera kvár sem að skrifar einhent transbarn sem að lendir í loftslagskvíða. Já, þetta er ekki réttlætanlegt og ég meina það eru fordóma fyrir svona glæpasögum, það þykir ekki gæfulegt að sækjum til að skrifa glæpabók. Það er betra að vera með barnabók eða Það er miklu vinsælla, í fyrsta lagi er það miklu meiri vinna að gera einhverja glæpasögu heldur en að gera einhverja myndasirpu fyrir börn, þráttur það sé náttúrulega frábært og við viljum hafa slíkar bækur, en það er ekki mikil vinna eins og að skrifa, bók með engum myndum. Nei, svo bara líka, þetta er lítið land og þetta er lítið mál og þetta er allt viðkvæmt, þetta getur allt farið á versta veg, sko. Ef að bókaútgefendur fara á hausina í daginn, þá er ég bara samtímis hættur, af því að maður þarf útgefendur, það þarf kerfið, sko. Þannig að mér finnst vantar meira respekt á okkur sem erum vinsæl og erum að höfða til almennings, við sem erum að sjá til þess að almenningur er að lesa og elska bækur og kaupi bækur og gefi bækur. Þetta skiptir máli, vinsælir höfundar, hvað sem er að ná til barna og unglinga eða til fullorðinna, þetta er mikilvægstu höfundarnir. Ekki þeir sem að við erum ekki að snobba, sko. Þetta sést á tilnefningum og velunum, það er alltaf svona svolítið að vera að líta fram hjá því vinsæla og vera að finna eitthvað svona meira avantgard, eitthvað svona listrænt og skrítið og sniðugt fyrir einhverja bókmennafræðinga, svolítið vera að aftengja almenning frá þessu. Þetta er bara sama í kvikmyndagerðina, að verða kvartundaginn yfir dræmri aðsókn á íslenska myndir. Það er verið að eyða peningum að búið til íslenska myndir sem að fólk hefur ekkert áhuga á að sjá. Það er bara rangt. Það á að gera bíómyndir fyrir fólki í landinu, hvað sem að er grín eða fjölskyldumyndir eða spennumyndir eða hryllingsmyndir. Þú vilt fá almenning í bíó. Menning á að vera fyrir almenning, ekki fyrir dómnefndir og einhverja klúbba, sko. Douglas Murray skrifar í Madness of Crowds það að það sem hefur gerst sérstaklega innan félags- og hugvísindadeilda og sem náttúrulega smitast yfir líka yfir í aðra deildir hafi verið það glabræði að telja það að gáfaðasta fólkið væri það sem að veri óskiljanlegt að eftir því sem þú skrifar bara flóknari og svona svona einhverja svona skýjakastalalega texta að þá einhvern veginn, hann er svo djúpur að ég bara næ ekki eins og skilja. Eða svona bíómyndir sem eru það listrænar að það er ekkert samhengi og engin saga en þetta svona list hún er raunverulega úrkynjuð, hún er afsprengi velmegunar. Þú veist, hvað sem er bækur að bíómyndir, það kemur svona blómaskeið, gullöld og kvikmyndaframleiðendur verið ríkir, bókaútgefendur verið ríkir og eiga fullt af pening og þá geta þeir fara að gefa út minni höfunda ljóðabækur eða gert listrænar bíómyndir, þeir hafa efna á því að gera svona tilraunir, sko. Og síðan verður einhver úrkynjun að myndast einhver menningar afkimi sem fer að snobba fyrir skrýtnum hlutum, helst sem almenningur skilur ekki eða vill ekki sjá og þá er það fyrst orðið fínt og ef þetta verður of stórt þá fara tekjurnar að minnka og verður hrun
að því að almenningur verður afhuga, hættir að fara í bíó, hættir að kaupa þessa bækur sem að verða að mæra í kiljunu eða eitthvað, því að ég skildi ekki, hvað er þetta? Einhver bóndi með kind, eitthvað, og þú mátt ekki aftengja almenning. Hlaðvarpið er í samstarfi við fiskhúsið.is. Fiskhúsið.is er heildverslun fyrir veitingamenn sem vilja það ferskasta og það besta fyrir sína kúnna. Hvort sem það er fyrir veitingareksturinn, hótelreksturinn, mötuneytið eða hvað annað, þá ferðu inn á fiskhúsið.is til að sjá það gríðarlega úrval sem að strákarnir hafa upp á að bjóða. Ef að þú vilt hið ferskasta og hið besta, þá gerir þetta sjálfsögðu almennilega, ferðin á fiskhúsið.is. Það er ekki til sú spurning sem að strákarnir hafa ekki svarið við, þannig enn og aftur fiskhúsið.is til að fá ferskasta og besta fiskinn á landinu. Tala aftengingu, ég var mjög fyndið út af því ég var að ræða og mér datt í huga, ekki út af því þú nefnir aftengingu, en Árni Helgason var einmitt líka að skrifa bók sem heitir Aftenging og hann sagði við mér endar bara off-rec eins og maður sletti, þau vorum ekki að taka upp, að hann teldi að lestur yrði svona aftur cool, að það yrði einhvern veginn aftur cool að lesa og ég tel að svo sé líka, það er ákveðin svona menningarleg gerjun í gangi sem að maður gerir sér ekki alveg grein fyrir því hvernig muni koma til með að líta út og það snertir á pólitík, það snertir á samfélagsmálum, það snertir á efnahagsmálum, að ég held að verði aftur svona álitlegt að lesa en það mun ekki koma einmitt út af því að fólk er einhvern veginn í þessum fasa að sko, ég er svo rosalega djúp og þú veist, ég er með listaverk sem að þið skiljið ekki en þetta er aftur á móti list og þið þurfum að skilja það. Svo kemur svona einhverjir meðvirkir einstaklingar sem að eru það einhvern veginn komnir í sömu kreðsuna, já, jú, þetta er frábært, þetta er list þó svo að þið sjáu það ekki. Mér finnst þetta að vera svolítið þessi aftenging sem við erum að upplifa. Þetta er rétt, að þetta er byrjað, Ísland er alltaf eftir á, þetta er byrjað í Bretlandi, unga fólki er að lesa bækur og það er ekki einu sinni að lesa á Kindle, það vill bara pappír. Þannig að það verður svona viðbragð, þetta er viðbragð við sko, símanum, að fólk fara ógeð að halda af þessum síma, að skrolla og vera í símanum, að mynda svona, fara viðbjóð, þetta er svona áreiti, tækni áreiti og þú vilt bara þögn og pappír og fara aftur að lesa, þetta er alveg rétt, það kemur viðbragð, það fer alltaf allt í hringi sko, bókinni er ekkert að deyja, en það sem Ísland hefur er jólabókaflóðið og þessi hefð að gefa bækur í jólagjöf sem er bara falleg hefð og lesa á aðfangadagskvöld en það sem að okkur vantar er það sem er svo erlendis að fólk er bara að kaupa bækur út af sjálfum sér og lesa í lestinni og lesa á kaffihúsi og bara allt árið vera eitthvað svona að lesa þetta er samt að koma hérna, ég er fann að sjá meira fólk hér og þar minnst í sundi með bók í staðan fyrir að vera með síman og í ræktinni á teyjusvæðinu fólk að gluggi bóka með hann að teyja ég er alveg að sjá þetta sko. Þannig að það kemur alveg þetta er alveg rétt. Já, ég held að þetta sé jákvæð þróun sko. Ég er enda til að sé mjög margt í okkar menningu sem er jákvætt ég held að sé margt sem er jákvætt sem er eiga sér stað stórkostlegt áhyggjuefni hjá náttúrulega ofangreindum einstaklingum sem við erum búin að aðeins að tala en svona kannski svo við ljúkum þessum umræðum að þá langar maður að velta fyrir mér sko því að allt talað að sömu kreðsuna séu að fá þetta og það séu svona ef þú ert í lúpunni að þá ertu einhvern veginn á listanum og svo veit ég að það eru aðrir sem að kvarta yfir því að þeir fá bara ekki að vera með út af því að þeir eru ekki með. Þú ert því aftur á móti með. Er það út af því að það er ekki hægt að horfa fram hjá þínu framlagi? Það þú fær 6 mánuð, þú verður aldrei fengið 12 svo eru bara sumir sem að hafa gefið út miklu færri bækur og eru á fínum launum hjá stofnunum sem eru að fá 12 mánuði og ég var svona, þetta er áhugavert Þetta er líka svo sérstætt sko, ég veit náttúrulega ekkert alveg nákvæmlega af hverju ég fengi minna en aðrir en eitt getur bara verið hreinlega að vera þannig að minn hæfileiki liggi ekki í að sækja ég sé ekki góður í að fylla út eyðublöð því ég sé bara miklu betri í að skrifa bækur svo getur verið aðri sem eru bara miklu betri í að fylla út umsóknir og
og skrifa svona selja sjálfan sig og eitthvað þannig að mér finnst þetta alveg ógeðslega leiðilegt og svona niðurdrepandi að vera að fylla út einhver eyðublöð skáldsögur, þú veist. Þetta svona Excel-skjala vinna eitthvað sem en ég vandaði mig núna því sótum, ég vandaði mig mjög mikið og ég ætla að gera mjög mikið á þessum tímabili og mun gera það. Þannig að mér finnst bara eðlilegt að ég fengi styrkin, bara mjög eðlilegt og ég mun vinna fyrir þessu og koma með... Sjáttu þess að það verður ekki að góða tímaköpi við þetta? Já, maður reikna það ekkert, maður ekki svo vitlaus sko. Nei, þá myndi þú segir það svart og hvítu. Þetta verður vel ávaxta pund sko. Já, ég Svo er þetta bara, það liggur við að tilgangur listamannalauna sé að fóðra fjölmiðla á umræðuefni. Þetta er ekki einu svona árið, þetta er bara ofta árið sem fjölmiðla fara allir á kaf og reynda búið til clickbaits og einhverja pirrandi collage myndir á einhverjum 101 latti leipjandi mönnum sko, sem að stara á skattgreiðandan. Þannig að það er mjög auðvelt að búa til svona hatur. Já, en ég held að þetta yrði bara miklu auðveldara ef að það yrði kæmaður betur í ljós að þetta væri til þess fallið að hámarka afköst hjá þeim sem raunverulega þurfa á peningunum að halda. Já, þetta sé bara eins og hvert hann útboð. Ef þú ætla að grafa 10 metra langa skurð, þá eru bara einhver hagfræðingur búin að reikna út hvað þú átt að vera lengi að moka þessa 10 metra. Það er nota bene, þú ert alveg jafn lengi að skrifa lélega bók og góða bók. Bara alveg nákvæmlega jafn lengi. Og það veit enginn hvort að bókin er góð eða léleg fyrir að búi með hana sko. Þú veist, ég veit það ekki, útgefandi mér veit það, maður veit þetta ekki, veist, að halda allir þessi að skrifa góða bók. En þetta er bara, veist, það tekur alltaf jafn langan tíma, veist, hvort sem maður floppar eða ekki sko. Förum þá aftur yfir í svona menningarlega partinn og víkum aðeins út linsuna. Þú talar að segja gleðilega hátíð sé úrkynjað og ömulegt og ég er sammálaður þar, einhverju fór að benda á að þetta sé eldgamalt orðatiltæki sem það er sko. Já, en ábendingin þín ásamt sem á rétt á sér sögum þess að þetta er náttúrulega eitthvað sem hefur verið dregið inn úr bandarískri innfluttri orðræðu sem að byggja á því að fólk segir Happy Holidays staðin fyrir Merry Christmas. Já, mér finnst það alveg áhugavert að allt í einu séu fullt af fólki fara að segja gleðilega hátíð en ekki gleðileg jól. Það var rætur svona reykja ekki út af einhverjum textum frá 1800. Nei. Heldur út af því þessari bandarískru menningahátíð. Ímyndað út að taka ímyndað tillit til einhvers hóps. Þetta er allt ímyndað. Þú ert hræddur að setja að segja við eitthvað sem er trúlaus eða heiðingi eða annara trúar en kristinar eða eitthvað. Þú ímyndaðir að þú veit eftir að stuða fólk með að segja jól. Að jól sé orðið hættulegt orð. Þú ert að komast hjá því að segja jól. Jólin er hundaflauta. Já, þú vilt ekki blási í þessa hundaflautu. Þetta er allt ímyndað. Fólk er fyrir að ímynda sér að sé eitthvað svona jarðsprengjusvæði allstaðar. Þetta er bara ímyndunarveiki. Ég held að trompist mjög fáir þó við segja gleðileg jól. Og svo verður tala að þetta eigi að þýða sko gleðileg jól og áramót og eitthvað. Áramót er ekki hátíð. Áramót er bara tímamót. Bara eins og ammali er ekki hátíð. Áramót er bara ekki hátíð. Jólin er hátíð. Bara gleðileg jól, tóttum minni sko. Þannig að mér leiði svona sko svona, eins og fyrir einhverjum x mörgum árum þá var alltaf í þessum ástíma var í andrinu á Garðheimum þá var svona helgimynd María og Jósef og Jesú í jötunni svona nativity og svo var einhverjir sem að kvörtuði yfir þessu að þetta væri óviðeigandi að vera að flagga trúabráðum í verslun og ég veit ekki nákvæmlega hver það var sem kvartaði, líklega bara einhver Íslendingur í meðvirkningkasti en þetta var fjarlægt og Jesú og María og Jósef er búin að rykfalla upp á lager í fyrirtækinu í mörg ár út af því að þetta særði blygðunarkennd einhvers ímyndas viðkvæms hóp sko. En þetta er náttúrulega bara það á ekki að hlusta á svona taugaveiklun sko. Þetta er svona ímyndunarveiki sko.
Hlaðvarpið er í samstarfi við Happy Hydrate. Steinefni eru orðin mikilvægur þáttur í mínu lífi og ég er ekki einu svona að grínast, ég er að nota þessar vörur í alvörinu. Það er ástæða fyrir því að þessir kassar hérna eru tómir. Nýjungarnar og framþróunin hjá Happy Hydrate er hreint út sagt frábær. Kreatín er samhliða steinefnunum, eitthvað sem að þeir bjóða upp á og ég nota að staðaldri. Eftir að ég byrjaði að nota þessar frábæru vörur að þá líður mér einfaldlega betur. Ég kem meir í verk og dagurinn verður betri. Dagskammtur af nauðsynlegu vítamínum, engin gervisykur og þú færð þetta í rauninni hvar sem að þú verslar. Þú verður ekki fyrir vonbrigðum ef þú prófar þetta og ég mæli með að þú gerir það strax í dag. Hlaðvarpið er í samstarfi við stöndu og mikilvæg fyrirtæki og eitt af því er Polsen. Polsen.is til þess að skera hvað eina, hvort sem þú þarft að fara í bílrúðu skipti eða einfallega bílrúðu viðgerð, þá ferðu inn á Polsen.is. Ef það er stjarna í framrúðunni þá bara bókaru tíma á heimasíðunni, ferð með hann og hann er tilbúinn samdægurs. Ekki vera með stjörnu í bílrúðunni, Polsen.is, láttu græða rúðuna strax í dag. Það er líka önnur hlið að þessu, út af því að sko það sem hefur verið aldrei sérkennilegt er að það er alltaf RÚV vinklast svolítið inn í þetta og kannski að einhverja leyti fleiri að eftir því sem að mannenskan hefur meira rangt fyrir sér að þá er henni gefur meira kastljós í öllum svona umfjöllunum einhver tiltekið mál, bara undantekningarlaust og dæmi ég var með hérna Valmar Veljovic sem er sem sagt Veljovic sem er organist inn í Glerárkirkju sem var slaufað fyrir það að setja einhverjar athugasemdir við kynfræðslu í hérna fermingafræðslu. Hann náttúrulega bara er úr Sovétríkjunum skilur og svona, mér finnst þetta bara skrítið og hann náttúrulega bara, farinn. En hérna, það sem hann benti á var til dæmis eins og sko, þetta vinkla svolítið inn í það sem þú ert að segja, sko, það sem kemur einhver ein manneskja og segir eitthvað hérna, ætlaði að vera bara með þetta, finnst ykkur þetta er bara í lagi? Og þá þarftu einhvern veginn sko að röklast, manneskja skilur með alveg undantekningarlaust, hefur haft rangt fyrir sér undanfarin ár öll samfélagsmál. Og þá einhvern veginn, þú skilur fyrir búðin í hérna kút út af því að fólk kann ekkert endilega fara kvart yfir því að þetta sé ekki þarna. Þannig af hverju ekki bara að gera þessa manneskja sátta? Og þetta er stjórnlaus meðvirkni, en Valmar benti á sko að var alveg sérstakt hérna á Íslandi þegar að kom upp mál með Trans-Jesú sem var hérna flaggað upp á strætó og þetta byggir allt á því sko að þú ert settur í ákveðna stöðu út af því að segjum sér svo að þú sért mjög trúrækin og sér þannig Trans-Jesú að þá sko þér finnst eitthvað skrítið en þú ert í rauninu settur í stöðu þar sem það er rosalega móðgunarginni einstaklingar það hlakkar í þeim, segðu eitthvað segðu eitthvað og þá ertu, skilur, þetta er alltaf proaktív einhver svona ögrun og ef það virkar ekki þá er bara hækkur ráin sko það er bara ekki stoppa fyrir hann að einhver springur sko þú veist, fyrir einhverjum 10-15 ára var það alltaf geir voga sem að sprakk en þetta er alveg magnað sko bara af hverju Trans-Jesú það er svona þú veist, ég veit ekki á hvaða vegferð þjóðkirkjan er sko nei hann sagði að þetta hefði komið mitt út úr efralagi kirkjunar sko já. Og það eru náttúrulega einhverjir sérkennilegir prestar þannig sem eru svolítið að reka stefnuna og þetta byggir einmitt allt á því sko hérna, segðu eitthvað já. Þú veist, af hverju ekki hérna já, það er alltaf verið að veiða fólk í gildru sko að hérna það er að vera að bíða eftir að kalla því rasista og nazista og bara, veist, það er bara svona það er allir stanslaust í svona kafkaískum réttarhöldum og ef þú missir út eða eitt ránd orð þá bara við erum öll Joseph K. líka í þessu leikriti sko. Og svo líka náttúrulega annarinn Arthur Miller hérna Nornaveðarnar sko þá vorum líka rosalega mikið sérstaklega kringu COVID sko það var örugglega bara besta hérna svona samfélagstilraun í anda Arthur Miller sem við höfum gert þegar við vorum sko svo spennt fyrir því að bösta nágrannan sem að var þannig með 11 manns í einhverjum hitting í 10 manna samkomu takmörkunum þetta er alveg hræðilegt og allir bara hérna yfir nefið og við bara tókum þátt þetta var ofboðslega sorglegu tími í sögu þjóðar og þetta myndi mig á sko hérna leikskólan í gamla daga þá sko þá áttu allir að þvo sér fyrir mat sko og síðan voru hérna svona
og ákveðin tegund af krökku sem voru svona löggur og voru að þefa á höndunum, gátt að vera sápulykt og ef eitthvað var ekki með sápulykt þá var klagað í kennarann sko. Hann ekki búin að þvo sér. Veist, og þetta svona leikskóla mentalitet það sem verður að þóknast einhverjum leikskólakennarum og verður tilbúin að veiða bræðinu og systur í einhverjum svona gildrur að séu að gera rámt sko. Já, þetta líka sérstaklega með svona hvað var að segja, þetta svona stemmingsbreytingu sem að við nemum ekki fyrir en hún afstæðin að eins og með þetta sko við horfum tilbaka bara 50 ára aftur í tíman eða bráðum 100 ára aftur í tíman og þá hugsaum við bara svona hvað var fólk eiginlega spáðan svo einhvern veginn maður finnur alveg fyrir því maður sér til dæmis eins og þegar að þeir sem að tala fyrir málstað Palestínu núna eru núna rosalega mikið að tala það að hryðjuverkaárásin í Bondi Beach hafi verið einhvern veginn skrifast á Ísrael. Já, sjálfsögðu. Bara fólk orðið eitthvað bilað? Já, það orðið bilað sko. Þetta er bara rannsóknar efni sko. Ég veit ekki hvers slags vísindamenn að rannsaka þetta en þetta er alveg svakalegt rannsóknar efni. Af hverju er þessi þráhyggja fyrir Palestínu og ástandinu fyrir botni Miðjarðarhafs, af hverju er þessi þráhyggja á Íslandi? Og þá var ég að tala líka bara fréttastofu RÚV sem er búin að vera með þetta á heilanum í mörg ár. Þetta er öllum fréttatímum. Þetta er svo langt frá okkur að það er bara fáránlegt að vera að eyða allir þessu orku í þetta. Sko. Það er ekki eins og þessi ekkert að gerast neins staðar annars staðar í heiminum. Sko. Og fólk er bara alveg fróðufellandi sko, yfir þessu öllu saman, alveg fróðufellandi. Sko. Það svo breytir bara engu hvernig þetta þróast, hvað gerist, hvort það er búið að semja frið eða eitthvað, fólk heldur áfram að vera bara fróðufellandi sko. Og ég bara alveg skildi ekki sko. Þetta er mér finnst alveg áhyggjuefni bara, hvað þetta er orðið mikið geðrof bara einhvern veginn svona. Já og svo líka bara þú veist eins og þegar að Magga Stína stígur fram náttúrulega og hún náttúrulega alltaf í einhverjum vindmylluskilningum sko, einhverjum selfie flotilla eða þú veist fyrir botni Miðjarðarhafs einhvern veginn og svo náttúrulega þegar hún var komið til Amsterdam sko og bara talaði það hún var í bara einhverju stórkostlegri hættu og ég hef mitt bent á það bara hvað hún hefði komist á Gaza í þessari selfie flotilla hvað hún hefði raunverulega komist þangað þá hefði þetta fyrst orðið áhyggjefni svo náttúrulega með Eurovision sko sem við erum náttúrulega búin að slaufa á þetta því að við erum svo rosalega góðar manneskjur algjör brandari að sé verið að færa ég er náttúrulega að tala fyrir því að Rússlandi er líka að taka þátt að einhverjir skilurðu samkynhneigðir kallmenn í góðu formi sem eru komnir hana saman til þess að peppa í kringum þetta og ég meina börn hafa gaman að þessu og þetta er svona ákveðin hátíð og fólk hefur gaman að þessu og það er einhvern veginn sko að við ætlum að rjúfa menningarleg tengst til þess að geta klappa okkur á bakið ok, svo gerum við þetta og Þorgerður Katrín kemur og segir hún er spurð mun það koma til með að hafa einhver áhrif á svona stjórnmálatengsl Ísrael og Íslands og Þorgerður Katrín segir náttúrulega bara sjálfsögðu ekki nei, kemur Magga Stína bara fram hvaða leikrit er þetta? Og ég bara, það er frábær spurning hvaða leikrit er þetta? Þetta er bara orðin eitthvað sirkus sko. Ég meina Þorgerður Katrín er bara hræðilegu stjórnmálamaður sko. Og Viðreisn, þetta er bara þetta er bara kvíslingar við vilja bara, ég veit ekki hvað þau vilja í þessu landi, bara hreinlega, bara eyða því og bara gangi í ESB og lúfa fyrir öllu og já, bara, það er rosalega svona Ísland á bara svona undir högg að sækja sko. Á bara, já, við viljum bara afsala okkur öllum auðlindum, öllum rétti og ganga í ESB af öllu sem er í boði já, það er eitthvað skrítið við þetta sko. Hlaðvarp er í samstarfi við Harðfisksverkun Hrafnardals. Þetta eru gæði í gegn, kemur á roðinu, fryst einu sinni og það er nákvæmlega þannig sem að þú færðan. Steinbítur sem er valsaður upp á gamla mátan og þurrkaður í vestfirsku fjallalofti. Ekkert svona eitthvað þurrkklefa rugl hérna. Þetta er ekki eitthvað svona sem að molnar í höndunum heldur þetta bara gæði í gegn.
frábær gjöf fyrir þá sem að eiga allt, en ef þú ert að leita gjöf fyrir afa og ömmu og ert í vandræðum út af því að þau eiga allt, þá að sjálfsögðu gefur þeim bara harðfisk. Til að nálgast þessa gæða vöru þá sendur e-mail á hrafnadalur@proton.me. Þetta líka í lýsingu á þessum þætti þar sem þú getur einfaldlega séð frábæru verðin og séð alla leiðbeiningar hvernig þú nálgast þessa gæða vöru. Heyrðu, ég er reyndar ekki með að segja frá þessu. Ég var í gær að tala við gervigreindarforrit og svo að þegar ég er með hlaðvörp að þá á YouTube þá kaupi ég myndböndin sem sagt, ég held alltaf að þetta væri bara einhver drastlvara en þetta er rauninni frábær vara þar sem þú borgar eitthvað ákveði og þá forgangsraðast í rauninni þitt myndband ofar og fólk er líklegri til þess að hlusta á það. Og ég held alltaf að þetta væri bara svona til að fólk myndi geta sýnt fram að meiri views en svo færðu tölur yfir hlustun og hlustunin eykst stórkostlega og það, skilur, þetta er ekki bara að fólk fái auglýsingu og þú fáir eitthvað view út af það, heldur bara þegar að fólk klikkar á þetta og horfir að þá færðu view. Þannig að ég bara hugsa að það er bara frábært að nýta svona dreifingakost fyrir hlaðvarpið út af því ég er náttúrulega með mínar auglýsingar, ég er ekki að auglýsa hlaðvarpið, heldur er ég bara að dreifa því og ég horfa á þetta þannig. Svo fekk ég meldingu gær að síðustu 2 myndbönd sem að ég birti með Heiðari Guðjónsssyni og Þórði Pálssyni hafi farið gegn reglum YouTube og það er stórkostlega skrítið og það var sagt að ég var með sértækar auglýsingar fyrir Bandaríkin. Það er að segja að ég var að fjalla sérstaklega málefni Bandaríkjanna í einhverjum svona áróðurs tilgangu. Það er skrítið að ég var ekki að því. Þannig ég let þú getur í rauninni kært þessa niðurstöðu og ég kæri þessa niðurstöðu og það kemur eitthvað út úr því það er rétt hjá þér, það er ekkert athugavert við þetta. Og ég sagði ok, hvaða skref er þá tekin til þess að bæta úr þessu og þá kemur bara við endurskoðum þetta og þetta fer gegn reglum Evrópusambandsins og þá er Evrópusambandið með sértækar reglur það að ég megi ekki fjalla málefni Evrópusambandsins. Þannig að við erum komin í þá stöðu og ég þarf náttúrulega að haka sérstaklega í það að ég sé ekki að sérstaklega auglýsa fyrir flokk innan Evrópusambandsins. Að ég sé ekki, skilur, einhver áróðarsmaskina og ég skilir þetta einhver leiti, þú veist að rússar geti ekki einhvern veginn að vera að móka inn og eitthvað henni. En hérna er ég með hlaðvarp samfélagsmál og þeir sögðu líka að ekki nóg með það að ég fengi ekki að dreifa efninu, heldur að myndbandi myndi koma til með að sæta takmörkunum. Þannig að það myndi ekki birtast til dæmis hjá þeim sem eru áskrifendur á rásina eða eitthvað annað, heldur að Evrópusambandið krefðist þess að ég myndi í rauninni bara vera bældur niður. Og ég spurði eitthvað ok, en get ég sótt einhvers konar, þú veist, það nú er ég að fá forsætisráðherra, ég er að fá dómsmálaráðherra, ég er að fá alla þá sem eru svona, hvað við að segja, í samfélaginu að tala Evrópumálin út af því að núna það búið að setja það á dagskrá hér á landi. Nei, þá bara ef að ég viðurkenni að ég sé að fjalla málefni Evrópusambandsins, þá má ég ekki dreifa því og það mun sæta takmörkunum. Þetta er líka bara að hrynja, þetta er ekki komið til að vera ESB. Þetta er að vatna undan þessu skrimsli, Þetta er bara fáránlegt fyrirbæri því að þetta er bara bjúrókratar, þetta er ekki lýðræðislega kosið fólk. Þetta er bara stofnun, veist. Þetta er bara svo lítið alræðisvald, Þetta er bara sick. Það kausið enginn, þetta er bara svona, þetta er krabbamein í Evrópu, Það er ekkert öðruvísi, Já, mér líka þegar fólk er að tala og ég man þegar Arnar Þór Jónsson vinur minn var að fjalla með þessi mál og það var allir einhvern veginn að útmála hann sem einhvern lúnatik fyrir það að standa gegn bókunni 35 og svo náttúrulega þegar maður skoðar bókunni 35 þá er það bara að lög Evrópusambandsins eða ganga framar lögum okkar. Já. Þá finnst mér bara að bremsum þetta aðeins, hvað sagðirðu? Hverju sleppum við þá ekki bara vera með alþingi? Já, ég meina það er draumurinn hjá ESB, vera bara með svona alræðisvald yfir öllu, að trompa allt, En þetta er mjög mikið feigðarflan, ég veit ekki, ég held að íslenski stjórnmálamenn sé að horfa á eitthvað að fá eitthvað bara störf fyrir sjálfan sig í Brussel, eitthvað svona mjög ömurleg skammtíma sjónarmið, Það er enginn að hugsa þjóðina í þessu, hvað verður fiskin í sjónum og hvað heldur verðum raforkuverðið eða raforkukerfið, allt bara við
við vitum ekki neitt sko. Nei, við gerum bara sérsamninga. einmitt, það svo mikið í boði sko. Þannig að þetta bara feigðarflan sko. Og meina, það mörg hættumerki í gangi, það verið að kaupa jarðir á Íslandi, bara leynt og ljóst. Það ekkert verið að tala þetta, það var aðeins verið að tala hana svo Radcliffe á Austfjörðum, en það útlendingar að kaupa upp bara svona jarðir hér og þar, smásaman, bara svona bak við tjöldin. Þetta jarðir sem við fáum aldrei aftur, við erum bara að selja landið úr landi, þetta mikið í kringum alls konar hlunnind eins og laxveiði og svoleiðis, en þetta verður bara stoppa, að útlendingar geta bara keypt bara lönd og firði, bara í rólegheitum sko, það bara fullt af kvíslingum í vinnu við að selja landið okkar og aðstoða útlendinga við að setjast þeirra af og svo framvegis, við þurfum aðeins að fara að gera okkur í brók sko. Já, ég endar svona beggja megin þannig sko, því ég tel að erlend fjárfesting sé í eðli sínu jákvæð, ég tel að þetta skapi störf til dæmis út á landi og þú getur alveg ímyndaði það, en þetta ofta ekkert þannig, við erum bara að selja jarðir, ég sé ekkert jákvæð við það sko, þetta ekki fjárfesting, ekki nema bara eignast land. Nei, fiskeldin eru fjárfesting og það eru mjög jákvæð. Það bara svo annað sko, það er ekki að sama sko. Það er ekki að sama sko. Er mikill þjóðrembingur í þér? Svona skilgreinir? Já, ég meina auðvitað, við erum litla Ísland, við verðum að vera á varbergi og vera stolt og bera höfuðið hátt. Ég hef reyndar sagt að við syngjum Ísland 1000 ár, Ísland 1000 ár og við getum sungið út af því að það hefur verið frá landnámi, við hefum verið yfir 1000 ár. Með við stöðuna, stemminguna og fleira, þá ég ekkert svakalega bjartsýn að við náum öðrum 1000. Nei, það bara, ég skil það alveg. Þetta er svona hart sótt að okkur, bara eins og tungumáli, þetta er rosa viðkvæmt fyrirbæri í svona á tímum tækni og við erum að horfa á bara Netflix og við erum ekkert endilega að horfa á íslenskt efni, þannig að og unga fólkið og börnin eru, YouTube, þetta er alltaf á ensku, það er svona og maður líka, maður tekur eftir hvað tungumálunum hnignar sko, það er svona hnignunarmerki og sumir vilja kalla það bara þróun og eitthvað svona, þetta er þróun sem getur verið hættuleg sko og þetta er svolítið eins og með transjesu, samfélagi breytist, hvað er aðeins? Já, en ef að þetta er svona sem það breytist, þá má alveg koma með athugasemdir það. En það er líka svona furðulegu svona stemming að sem að það má ekki vera stoltur. Ég má ekki vera stoltur að vera hvítur, ég má ekki vera stoltur að vera karlmaður, ég má ekki vera stoltur að vera Íslandingur. Ég má helst ekki flagga íslenska fánanum og svona maður má ekki berja sér á brjóst og svona, maður má rétt segja áfram Ísland í landsleik sko, en það er svolítið bannað að vera stoltur og glaður sko, og það er eiginlega bannað að vera hvítur og kall og miðaldra, ég er bara mjög slæmur maður þannig að já, þetta er ekki gott sko, auðvitað á maður að vera stoltur yfir bara uppruna sínum og stöðu og landi og þjóðu sko, bara, já, og stjórnmálamenn að endurspegla þetta og berjast fyrir hagsmunum Íslands. Það er endar, fyrir síðustu kosningar þá spurði ég Kristrúnu hvort hún væri stoltur Íslendingur, hún sagði já. Þannig að samhliða þessari stemningsbreytingu sem við vorum að ræða henni í upphafi, sem að hefur einhvern veginn orðið mun smitast yfir lestur eins og við erum búin að koma inn á, mun smitast yfir stjórnmálin. Dóri DNA var henni viðtali hjá mér sem ég held að ég sé að gefa bara út í dag, við erum að tala saman 17. desember að hún þættir svo sérkennilegt og við vitum ekki alveg sko hvort hænan ekki svolítið í þessu, var það út af því að Snorri Másson setti á dagskrá og hann á að vera nýju öfga hægri maðurinn okkar eða hvort það sé bara öfga hægri að vera yfir höfu að tala fyrir tungumálinu og þetta voru sko raddir sem voru rosalega mikið kveðnar í kútin út af því að maður í upphafi, maður langar að segja fyrir svona 18 mánuðum þá maður verið að tala um svona það er sérkennilegt að fara í bakari og þurfa að tala ensku og svo einhvern veginn fólk einhvern veginn trilltist sko yfir því
en það varði rosalega stutt, það voru bara allir einhvern veginn sammála því, bara þú veist, það er þessi sem við tölum áður og byrjum að tala saman, sko, þessi gjá á milli svona, svo ég sletti ákveðnar elítu og almennings svo gjá var ekki fyrir hendi en hún er búin að breikka svakalega mikið. Það skrítið að tala ensku í almanna rýmum, það bara mjög skrítið og, veist, og bara óviðeigandi og það er bara metnaðarleysi algjört, sko. Þú veist, þeir sem að vinna við afgreiðslu og þjónustu, þau þurfa bara að læra tungumáli í landinu sem að búa í, það er ekkert flókið. Þetta er mjög mikið tillitsleysi líka við eldra fólk og börn og veist, þetta er bara asnalegt, sko. Og þetta er ekkert fínt við þetta. Það er svona stutt í svona sveitalega minnumáttakend, sko. Við erum ofgjörnum svona lúffa og vera bara svona þóknast, við erum alltaf eitthvað svona geskjafi sem er að þóknast. Við bara vera með meiri standard, sko. Þetta er bara asnalegt, þetta fyrir töðunar á mér, mér var mjög bara asnalegt. Og síðast ég fór á kaffihús það sem afgreiðslukonan talaði ensku, ég talaði bara íslensku, ég var ekkert að panta neitt flókið, ég talaði bara íslensku og hún skildi mig þetta alveg, sko. Þetta er bara svona come on. Að kaupa eða selja húsnæði er ein stærsta ákvörðun lífsins. Þess vegna skiptir máli að hafa ekki bara sölumann heldur ráðgjafa þér við hlið. Hlaðvarpið fjallar mikið húsnæðismál og því er það í samstarfi við þá færustu í geiranum hjá fasteignasölunni Pálsson. Pálsson fasteignasala leggur áherslu á persónulega þjónustu, fagmennsku og gagnsæi. Notast við sérstaka ferla sem að tryggja það að bæði kaupendur og seljendur vita upp á hár hvernig að þessu er staðið. Allt frá undirbúningi myndatöku til loka sölunar. Boðið upp á fría ráðgjöf og verkfæri eins og eignavakt.is sem sér til þess að þú missir aldrei af réttu eigninni og verðmat.is sem hjálpa þér að taka upplýsta ákvörðun verð. Heimsæktu pálssonfasteignasala.is og fáðu þína persónulegu ráðgjöf strax í dag. Christopher Hitchens kallaði þetta á ensku preemptive submission, bara svona fyrirfram greitt einhver meðvirkni að út af því að þegar maður talar við til dæmis eins og Pólverið sérstaklega sem að hafa enn sem komið svolítið haldið í ákveðina svona þjóðuniskend, það kemur þeim alltaf mest á óvart hvað við erum meðvirk gagnvart þessu. Það er enginn að biðja þetta í sjálfur sér, sko. Enginn þeir útlendingar sem eru hingað komnir og vilja standa sig vel og vilja setjast í rað, enginn að þeim biður þetta. Þannig að þetta er einhver svona eins og segi, fyrirfram matreit einhver meðvirkni einhvers fólk sem að sko segist vera í forsvari fyrir einhverja minnihlutahópa, svo koma allir aðrir minnihlutahópar einhvern veginn hoppa saman á vagnin og einhvern veginn við erum ekki tabú eða við erum tabú, ég manni hvert slagorðið var og þá er allir einhvern veginn orðið tabú, sko, og svo eru náttúrulega ákveðnir hvað við segja svona framtakslausir athyglisjúklingar sem að vilja sko marka sér ákveð einkenni, þú veist, það er ekkert framlag sem þú ert að fara fram að færa, þú ert ekki að gera neitt, þú ert ekki að standa í vel í neinu, þú þarf bara einhvern veginn svona að benda á að nefið þitt sé skakt eða eitthvað, þá ert þú komin í einhvern minnihlutahóp sko. og þá ert þú sko ekki tabú og við sem erum að sæta ofsóknum frá hvíta karlinum, við erum komin saman til að berjast fyrir réttindum okkar sem er þá bara eitthvað tungumálið fyrir erlenda aðila sem vil ekki sjá þetta sko. Við erum með svona minnumáttakend og mjög mörgum Íslendingum finnst svo gaman að tala ensku og bara nota hvert tækifæri og tala alltaf ensku við útlendinga og það er svo gaman að tala ensku. Það er svona, við erum svo lítil sko, það er eins og Frakkland sem er svona risaland, ofboðslega stolt land og franska er svona frægt, svona flott tungumál og frakkurum er stort til að fransku. Þú þarf alveg að pína þá til að tala við ensku sko. Það er bara, þeir finnst það bara ógeðslegt sko. En við erum alltaf með þess að minnumáttakend, alltaf tilbúin að lúffa, bakka. Ég man bara, þú veist, þegar maður var að tala um fólk sem fór til Frakklands, fannst alltaf sko sérstaklega Parísarbúar vera svo leiðilegir. Ég einhvern veginn búin að mér er búin að snúast hugur sko, gagnvart þessu. Ég er svona núna, ég er peppa úr þetta, ég tala ekki sko stakt orðið fransku. Mér myndi finnast óþolandi að fá það til mín ég veit ekki eins og hvernig að segja hvað á fransku sko. Bara ef það myndi koma til mín og vera bara, daninn sko.
Ég myndi bara vera, já, þetta það sem ég vil sko. Já. Nei, en ég hef oft komið til Frakklands og Parísar sko, maður enga stund að læra hérna svona að bjarga sér sko. Það ekkert flókið og þeir kunna alveg að meta það sko, og þetta sem maður á að gera, maður á að aðlagast sko. Maður á ekki að mæta eitthvað staðar og láta allt snúið í kringum sjálfa sig, maður bara aðlagast. Það það sem maður á að gera þegar maður gestur sko. Já, myndir ekki fara til Frakklands og biðja inngildingu? Nei, bara biðja kaffi og croissant. Inngilding svona, ég sem betur fyrir þetta undanhaldi sko. Ég hérna náttúrulega mun að berjast vonandi lengi gegn þessu hugtaki sko. Og þetta hefur einmitt með þess að sko, minnimáttakend að gera sko, sem að við erum einhvern veginn alltaf að þú ert komin í verri hluti minnimáttakend, þú ert komin í svona einhverju afneitanir, einhverju svona bláeygt rugl sko. Þegar þú fann að slá af kröfum, bara hægri og vinstri, bara að slá af kröfum í störfum sem eru mikilvæg og þurfa á kröfum að halda, hvað sem að fljúga flugvél eða eitthvað svona öryggismál og þetta er komið út í að þú blanda saman einhverju svona réttrúna pólitík við bara hardcore realisma og það bara gengur ekki upp sko. Þú mátt ekkert slá af kröfum endalaust alls þar. Það er ástæð fyrir að kröfunar eru. Annarkoð stenstu kröfunar eða ekki. Maður verður bara, sumt fólk á svo þetta að sætta sig við að bara megi ekki gera allt sem það sýnist sko. Það bara... Og þú átt allt skilið. Já, en það bara ekki þannig. Maður á ekkert allt skilið og maður má ekkert allt. Það bara get over it. Þú ert ekki krakki lengur. Það bara heimurinn ekki þannig. Maður má ekkert allt. Þetta var náttúrulega eitt frækt dæmi þannig að þegar Charlie Kirk náttúrulega sagði á sínu tíma að hann væri óttaslegin út af því að það væri svartur maður að stýra flugvél. Já. Og þannig var hann náttúrulega bara að vísa til þess að það var búið að slá af kröfum hjá flugstjórum sem voru svartir til þess að þóknast einhverjum sérkennilegum til að fjölga svörtum í stéttinni. Það var bara að opna hlið og mönnum hleypt inn og svona með lægri kröfur og meðal annars flugmenn. Og það var náttúrulega mjög eðlilegt að komast að þeirri niðurstöðu að þú værir í óöruggari höndum eða væri feldökum maður sem að væri það mögulega. Hann var náttúrulega magnaður og Charlie sko, þetta er náttúrulega leiðu þú segir þetta sko, þetta hljómar alveg að brjálæðislega illa sko og ofbúðslega auðvelt að lendi í vandræðum sko, en þetta er bara svona en hann bjóð ekki til vandamál sko, en þetta er svona ef þú vilt fjölga endilega einhverju litrófi þá verður þú bara að hvetja fólk áfram, þú mátt ekki slá á kröfunum. Þú verður bara að hvetja fólk áfram í námi og íta við þig, klára þetta, þú getur út alveg, en það má ekki slá á kröfunum sko. Nei, Caitlin Flanagan sem er rithöfundur, hún skrifaði þetta sko, þar sem hún var að fara yfir sko þar sem hún gerði sko spurningarnar það hvort að þeldökum væri að fjölga innan háskólaveggjanna að annar gráðu spurningaleik, þar sem hún spurði ekki bara það hvort að þeldökum hefði fjölgað við innritun, heldur hvernig þeim vegnaði svo í náminu. Og hún benti á það að þeir þeldökku sem að voru til dæmis að komast inn í MIT í einhverjar þungar verkfræðigreinar voru í töluna voru eitthvað ótrúlegt, það voru eitthvað kringum 85-90% voru komnir yfir á einhvers konar félagsfræðibrautir innan árs og svo það sem átti sér líkast að það varð ákveðin kúvending í sem sagt þeim sem að fengu góð atvinnutækifæri var að þeldökkum var oftast komið fyrir í svona, það sem að minnir hún hafi kallað svona ókrítísk störf, þar sem þú fékkst minni ábyrgð, mögulega álíka á áþekk laun, en rosalega erfitt fyrir þig að komast upp einhvern metorðastiga út af því þú varst komin í ókrítískar ókrítísk störf. Þannig að þessar hugmyndir það að þeldökkum hafa verið hleypt inn til að þóknast einhverjum sérkennilegum sjónarmiðum þeirra sem að sá ritunarferlið leiddi til þess að færri útskrifuðust sem verkfræðingar og þeir verkfræðingar sem þó náðu í gegn og fengu ekki sama starfsframa en þetta komið svo fjarlægt innrituninni að það þarf ekki að hugsa út í þetta. Þetta er furðulegt hug að fara frá upphafi
þetta ekki rasismi að horfa á starfstéttir eða veist, með einhver svona litaglerugum, það vantar fleiri svarta hérna, af hverju vantar fleiri svarta, veist, þetta ekki eitthvað svona rasismi að vera að horfa stilla upp einhverju þjóðfélagi að íta þessum út og taka þannan inn út með einhverju litakóða, þetta mjög furðulegt eða kynja. Hlaðvarp í samstarfi við heitirpottar.is, hvort sem þið vantar saltvatnspott, hitaveitupott, kaldan pott, sánuklefa eða hvað eina í heita pottinn, þá ferð þú inn á heitirpottar.is og lætur græja þig. Þjónusta og uppsetningum all land og nú jafnvel hægt að fá sér smíðaðan sánuklefa, þar sem að þú færð sánuna nákvæmlega eins og þú vilt hafa hana. Það ekki hægt að setja verðmiða á heilsuna eða samverustund með fjölskyldunni og því mikilvægt að huga að báðu og það nákvæmlega það sem að heitirpottar.is auðvelda þér að gera. Hvort sem þú ert að endurnýja gamla pottinn eða gera þetta frá grunni, þá getur þú sendt skilaboð á netinu eða bara einfaldlega kíkt í verslunina að Fossalsi 13 en þar opið alla virka daga milli 10 og 17 og á laugardögum milli 10 og 14. Ekki drolla við þetta, þú veist að þið langar í heitan pott og sánu heimtíðin, heitirpottar.is græja þetta fyrir þig. Og þess vegna erum við að fara að taka þetta inn núna í dag. Í framhaldsskóla, sástu þetta? Það búið að, sem sagt, ég þarf eiginlega að finna þetta, sko, ég ætla að finna þetta. Þetta að, þetta sem sagt grein sem að kemur út 17. apríl 2025 og þetta skoðanapistill Guðmundar Inga, sem að ég held að sé hættur sem menntamálaráðherra, að hann skrifar hort til enguna og annar þátta við innritun í framhaldsskóla. Þannig að það líka hort hana til og þetta sem sagt að það verði hort til trúarbragða, leitarhafts, kyns og félagslegra aðstæðna. Þannig að þegar núna Bandaríkin náttúrulega búin að kveða hætt í kútinn og sparka þessu út, þá hugsum við sko, já, ég held að við getum gert þetta. Já, það verður örugglega frábært hérna. Við erum alltaf eftir á, sko. Við erum alltaf eftir á. Þetta alveg rosalegt og óréttlæti, allt svona. Það bara rosalegt óréttlæti. Og leiðu allar að taka inn einn af því að hann öðruvísi á litin eða með öðrum trúarbrögðum, þá þetta íta út einhverjum vesalings Tóta hvíta úr Garðabæ, sko. Þá verður hann bara því miður Tóti minn, þú verður bara að gera eitthvað annað í lífinu, sko. Þetta svona alveg furðulegt óréttlæti, sko. Þetta náttúrulega bara sturlun, sko. Þetta sturlun, sko. Þannig ég veit ekki, sko. Og það líka verið að segja að fólk sé ekki jafnt. Það verið að segja það, að kynþættir sé ekki jafnir, að kyn sé ekki jöfn, það verið að segja það. Að fyrir við að handstýra þessu svona, þá ekki jafnrétti, sko. Nei, og líka bara, ég held að þetta fari gegn stjórnarskrá. Já, hlýtur að vera. Það náttúrulega búið. Jafnræðisregla ykkur. Já, það búið að slá því föstu, ég man nú ekki hvað greina það en það búið að slá því föstu að það megi ekki mismuna eftir kynþætti, litarhafti, trúarbrögðum. En það bara nákvæmlega það sem við viljum ekki. Og ég þú veist, það var náttúrulega Hæstiréttur sem skar úr þessa leið Harvard og fleiri. Þetta stórkostlega einkennilegt að það virðist vera sem að flestir eru búin að læra af þessu. Ja, við erum alltaf eftir á í öllu. Já, en það eitt að vera eftir á, en það annað að hoppa fram að klettinum eftir einhver annar búin að hoppa fram að hann. Það þannig munur, sko. Þú veist, það eitt að vera svona í einhverju samfélagslegri þróun eftir á, en þegar einhver búin að algjörlega skýta upp á bak á einhverju sviði. En það svo merkilegt að við þurfum að apa upp. Ég veit það, og þetta bara alveg sem við opnum landamærin, við þurftum ekkert að gera þetta. Það var búið að prófa þetta annars staðar og allt í kalda koli. Þetta bara, já, það eitthvað vandamál sem við erum að glíma við. Við eigum erfitt með að læra á reynslu annarra. Telurðu það með útlendingamáluna að þetta muni koma til með að blessast núna með viðreisinu við stjórnarinn? Það reyndar að jákvæða í dag að það vita allir að þetta vandamál og að þarf að gera eitthvað. Það vita það allir. Þannig að það eiginlega vonaljósi núna. Það svona, en nei, ég treyst ekki viðreist fyrir einu í lífinu, sko. Þannig að það gæti alveg verið betri aðalar sem að getur séð þessi mál, sko. En það vita allir, það allir meðvitaðir að þetta gengur ekki. Það bara þannig. Þó að það vilji kannski ekki viðurkenna það eða sé ekki tilbúin til að gera eitthvað alveg ákveðið, sko. Það vita allir að fucking hell, þetta alltaf farið til anskotans, það vita allir, sko.
Það var nefnilega frekar myndi, ég man nú ekki við hvernig ég var að ræða þetta, þú veist, maður er að sjá svolítið svona stemmingsbreytingu að það var einmitt út af því þú kvíslaði, sko, þá hefur þetta verið, sko, stemmingin, maður að segja sem svona 12 mánuði, að þá hef ég myndi verið að reyna að velta upp spurningum þetta og hérna spyrja bara spurninga það hvar í andskotunum við ætlum að taka handbremsun á þessu, út af því að, þú veist, hælisleitendakerfinu verður lokað, skiptir bara engu máli hvað hver segir, sagði við Arndísi Önnu, við getum rætt þetta hérna í 5 sólarhringa, sko. Það mun ekki breyta neinu í hérna pólitískri eftirspurn, en hérna en þá var þetta, það er eins og þú segir, sko, þetta er frekar nýtt að fólk sé svona bara að segja þetta upphátt og þetta var alltaf í Já, alveg ægilega mikið tabú, sko, að hræða fólk svo mikið, sko, leið þú segir bara eitthvað, þetta nú kannski aðeins komið út í sársaukamörk, sko, þá áttu bara rasisti og islamofóbía og eitthvað, sko. Þetta er bara alveg hægt að vera sniðuð, sko. Við erum að búa til vandamál fyrir alla, þú veist. Það er all kerfi að kikna kostnaðurinn og gífurlega. Þetta enda bara illa, sko. Af hverju ertu að tjáða þessu? Þú veist, þegar nú velti ég fyrir mér, þú ert bara rithöfundur, ég meina, ég hef lifibrauðið mitt að því að tala á þennan máta. Hvað hérna ekki það að sé frábært, ég get alveg verið að tala um efnahagsmál og húsnæðismál allan daginn og haft ágætu upp úr þessu, það er ekki frábært að vera að tala um útlendingamál allan daginn, það er ekki frábært að koma til hérna samstarfsaðil og segja hérna já, er þið til í hérna með góða tölur, bara já, vá, frábært svo ætlum ég að tala um múslima já, ok, nei takk en hérna, en fyrir þig, þá er þetta svo mikið óþarfi af hverju tjáður þig? Já, af hverju ekki, veist, af hverju má, það er allir að tjá sig veist, og það er líka verið að svona það er svona skoðanakúgun og alls konar ógeði gangi, það er ennþá slaufuna menning í gangi, sko og, veist, og leiða maður hérna já, og það er svona ákveði menningar sem eru réttar skoðanir og rangar skoðanir og ef þú ert með rangar skoðanir innan gæsalappa þá svona ertu bara eitthvað svona óæskilegur, sko og listamenn eru rosa mikið svona líberals og vinstramegin en ég hef alveg fengið að finna fyrir því að ég sé hægri maður og ég eigi bara að þegja. Hvaðan þá? Frá einhverjum líberal kreðsum, sko og veist, við erum að tala um, sko veist, það mega allir hafa skoðanir og, veist, og hægri menn eru miklu umburðalindari, veist, ef að hægri maður er ósamanlega einhverjum þá bara þrætir hann kannski eitthvað við hann verstafalli segir bara bless, sko en vinstralið líberals fara svo mikið í þetta cancel þá bara cancela þær og bara og ef ég er eitthvað að rífa kjaft á netinu og eitthvað sem ég ger alveg stundum það er verið að klaga í útgefanda minn og það er eitthvað svona vinstri löggur svona hugsjónalöggur sem er að fylgjast með öllu og vera svo klaga og taka útgefanda minn á taugum að Stefán Máni er eitthvað að rífa kjaft eitthvað hann er alveg snar veist, það verið að hræða, sko, að hann er verið að sko ógna lifibrauðinu, sko að útgefandi minn tekið á taugum að ég sé að skemma fyrir honum og mér og fara allt á versta veg og það er bara stutt síðan að gera bara tilraun til að setja bækurnar mínar á einhvern bannlista á einhverju svona geðtrufluðu vinstrafólki sem er ennþá með þessu slaufunarmenningu þetta er bara svona eins og einhverjir íslamistar, sko það er bara að vera að bannfæra og setja á svarta lista og veit alveg hvað fólkið er bara mjög sjúkt og ömurlegt fólk en það er ömurlegt að upplifa þetta og viðbröðin mín er ég vilja að ég þegi ég vil bara tala meira ég læt ekkert kúa mig til hlýðni come on við búum allir samfélagi, það mega allir hafa skoðanir hvaða óttastjórnun ótti, búlíismi vera að hræða fólk, ekki tjá þig og bara tala með raskatinu segðu mig bara þegja eða hætt að hlusta mig en ekki hóta að brenna bækurnar mínar, ekki vera svona ömurlegur. Svo þú ekkert náttúrulega frontaður í þessu, sko, það þarf að fara ekki ennum útgefandi. Já, það er verið að kvíðakasti, sko. Af því að vita að nennir enginn eða þú er enginn að rífa kjafti mig, að mér er alveg sama, þú sé ykkur að gelta,
það er bara að finna einhverju leiðir, veist, að ráðast að lifibrauðið fólk, sko, reyna að fá, veist, Þorsteinn Vaff Einarsson gerði það við mig daginn, þá var hann að birta alla samstarfsaðalina mína, sko, og reyna að hvetja þá til að hætta stiða við baki á mér, sko, og hann gerði þetta, sko, og var eitthvað svona að reyna að færa rauk fyrir því að ég væri náttúrulega ömuleg manneskja. Ég svaraði því með því að kaupa 10 bækur á honum sem að ég reyndar fékk aldrei út að hann sagðist ekki eiga þær okay. En hann er ennþá að selja það, víst þannig að hann vildi ekki selja mér þær. Já, þetta svona, mér finnst alveg áberandi hvað hægri menn eru miklu bara heilbrigðari og jákvæðari og svona málefnalegri heldur en þessir geðrofs vinstrimenn, sko, sem að vinstri, ég veit ekki hvað að kalla þetta vinstrimenn, því að, þú veist, Sólveig Anna er svona hardcore vinstri manneska sem ég ber bara mikla virðingu fyrir og myndi aldrei láta svona, bara hugsandi manneska, sko. Þannig að ég veit ekki, það er kannski ekki rétt að kalla þetta vinstri, þetta er eitthvað svona, eitthvað bara geðrofs fólk, sko. Það er náttúrulega, það var nú einhver bók sem að fjallaði þetta, vinstrinu hafi svolítið verið stólið, sko, að því að það sem var náttúrulega óþægilegast við þetta, sérstaklega hvað varðar vinstrivæng stjórnmálana frá og svona upp úr 2014, að þá fór þetta alfarið frá, sko, sem að maður hefði haldið að þetta væri eðlilegt að í kjölfar hrunsins þá svona átti að vera svona einhver síðkapitalisma, skilur einhver svona hugtök, átti að vera rosa mikið stemming fyrir einhver svona öregar landana samhenni, skilur að gamli iðnaðarmaðurinn myndi koma til með að rísa upp og krefjast betri kjara og ekki láta einhverja svona hlutabréfs kalla einhvern veginn stýra öllu því sem þeir gerðu. En í staðinn þá voru bara einhverjir kvíðasjúklingar sem komu og fóru að tala um það hvernig þeir væru á litinn eða hvort þeir væru einhendir eða hvort þeir væru með fjólublátt hára eða hvað, sko. Og þessu var einhvern veginn rænt, sko. Og þannig kemur það Sólveig Anna og segir bara, heyrðu, stopp núna, sko. Já, það er mikið verið að ræna baráttu annara, þú veist. Ef ég er standi í baráttu í ár og áratugi fyrir einhverju mikilvægum ástæð, það er stendur eitthvað fyrir aftan mig sem að er að bíða eftir að ég ná árangri og svo með íttir hliðar og svo svo stólið, sko, í nafni einhvers rugl, sko. Þetta er mjög algengt, sko, að svona brautriðjendurnir einhvern veginn ryðja brautina fyrir einhverja sem viti ekki hverja eru, sko. Ef við lifum líka tíma sem að er mikið tjáning í gangi, það eru hlaðvörp, við erum með samfélagsmiðla, veist, og það er bara veist, fólk er að tjá sig, stundum er þetta þreytandi, algjörlega, ég er ekki svo tjáninga glaðasti, sko. En rithöfundar eru það oft, veist, en svo þetta merkilegt, sko, veist, Hallgrímur Helgason má tjá sig eins og hann sýnist, Andri Snær má tjá sig eins og hann sýnist, en ég má ekki segja jack shit, sko, af hverju ekki, af því að það passar ekki inn í einhverja narratífi, sko. Er þér ekki boðið í Gísla Martin? Aldrei. Af hverju ekki? Mér finnst það rosalega skynt út að ég átti samtal við frænda minn daginn og og hann sagði, þá ég get nú vel ekki sagt frá því það var allavega vorum að ræða Gísla Martin og þá sagði hann þarftu ekki bara að kíkja í þáttinn til hans þegar ég var ekki að gaggarinn og ég sagði, þú veist, og ég fór bara hláturskast það meikar náttúrulega ekkert sens að mér er nokkuð tíman boðið í þennan þátt og hann sagði, af hverju ekki? Þetta er rekið fyrir fíja skakkareiganda þetta á að endurspegla allt þið pólitíska litróf. Þetta á að vera rosalega unbiased en þetta er í rauninni bara svona hardcore pólitískur áróður. Það er pólitískur áróður, mjög þröngur hringur af fólki sem að færa að vera gestir hérna sem er svona, eitthvað svona vesturbæjar eitthvað alltaf sumi gestinir og annars verið að keyra ákveðnum stefnum og eins að ráðast á að rífa niður annað, en svo líka ég skil ekki, sko, mér finnst það mjög pirrandi með RÚV þegar svona veist, vikan með Gísla Martini veist, ef að RÚV ákveður að vera með skemmti þáttu föstum þá getur hann bara heiti hvað sem er og svo bara fáður eitthvað til að stýra honum og svo getur bara eitthvað annar tekið við því skipta. Þetta er eins og þegar Silfur Egils var með Agli Helgasyni þegar persónur eru með sinn eigin þátt. Mér finnst þetta ekki vera ríkisútvarpið vera svona, það bara ákveða einhverja dagskrá og svo bara fengið eitthvað til að stýra þessu, bara eins og stundin okkar, þú veist.
það ekki stundin okkar með Bryndísi Schram. Þetta bara svona, eins og nýsteknu vísindi, það lagðist af þegar þeir félagar hættu og voru gamlir, sko. Þá var engin metnað til að halda þessu áfram, sko. Akkur ekki, þetta allt, Ómar Ragnarsson, hann var svona gekklaus hann í áratugi. Þetta er góða punktur, sko, ég hef ekki pælt í þessu. Nei, minnst ekki töff. Það er eins og sé ekki hardcore svona dagskrárgerð og ritstjórnarstefna, heldur séu bara einhverjir svona prinsar sem að, hei, ég er með hugmyndaþætti hérna fyrir mig og það er bara frábært. Og ég minnst þetta á að vera þannig kannski bara á stöð 2, sko. Eða eitthvað annars þar, einhvað að gera. Hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem að veita úrvalsþjónustu og eitt af þeim er Alvöru Bón. Við skulum bara vera hreinskilin, ef þér þykir vænt bíliðin þá lætur þú gera þetta almennilega og það er nákvæmlega sem Alvöru Bón gerir. Fer með bíliðin, hvort sem það eru alþrif, djúphreinsun, mössun eða hvað eina, þá skellur þér á Alvöru Bón og lætur degra við bíliðin. Farðu inn á vefsíðuna og tryggðu þér 10 tíma klippikort, þá þarftu bara ekkert að vera að pæla í þessu. Alvöru Bón, kíkið á þetta, þið verðið ekki fyrir vonbrigðum. Hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem hafa sett svip sinn á íslenska menningu og eitt þeirra eru Bæjarins bestu pylsur. Ég og þú vitum alveg að þegar við fáum okkur pylsur sem er ekki frá Bæjarins bestu og þá vildum við að svo væri. Það segir það í orðinu, þetta eru Bæjarins bestu pylsur. Þið vitið það, ég veit það, skellið þessu hlaðvarpi í eyrun, farið á næsta sölustað og kaupið ykkur tvíhleypu ásamt einhverju góðu að drekka. Að kaupa og skipta dekk hefur aldrei verið einfaldara. Drífa.is er í samstarfi við fjölda dekkjaverkstæða og er alhliða lausn þar sem að þú getur flett upp þínum bíl með því að skrá inn bílnúmerið og keypt dekk í þeim verðflokki sem að hentar þínum bíl best. Nú ef þú ert í vafa dekkjastærðir þá getur þú einnig tekið mynd af dekkjunum þar sem að vefþjónustan staðfestir þetta allt við þig. Þetta kann að hljóma of einfalt til að vera satt en svona er þetta nú samt. Einnig er boðið upp á sérþjónustu þar sem að dekkjabíllinn kemur upp á dyrum, umfelgar, skiptir dekk og hann jafnvægis stilltur á staðnum. Eins og ég segi þá hefur þetta aldrei verið einfaldara og nú er tíminn eins og við vitum öll. Skelltu þér inn á drífa.is og fundu bestu dekkjaþjónustuna sem hentar þér. Já, mér finnst þetta mjög áhugaverður punktur, sko. Ég er mjög áhugaverður maður, alltaf með eitthvað gáfulegt innlegg í umræðuna. Alltaf eitthvað gáfulegt inn í umræðuna, já. Nei, þetta er, sko, en mér finnst það aðalega að fara í töðunum með, svona pólitíska bara hardcore áróðurinn, sko. Já, befi neðan allir hellu, sko. Alveg sama. Sturlað. Það er líka þessum fólk, sko, fólk þarf að átta sig á, það er hættir að hugsa. Ef þið finnst sniðugt að það sé pólitískur áróður í ríkisútvarpinu af því að þú ert sammálunum, það verður áttað að því að einn daginn getur þetta snúist við að þetta verður einhver áráðu sem er á móti þér eða sem þér finnst og eins með þessu slaufunamenningu ef við slaufunamenningu ógeðslega sniðu af því að vera að slaufa einhver liði sem að þú þolir ekki einn daginn snýst það við, þú veist, og þér verður kannski slaufað sem er svolítið að gerast núna, sko. Því miður, ég vil ekki sjá það. Ekki heldur. Ég vil ekki sjá það. Þetta er algjör, þetta er ekki lágmenning, þetta er bara svona virkilega ljót, svona skýta hryðjuverkamenning og ég vil ekki sjá þetta. Ég vil ekki sjá að neinum sé slaufað. Ég sammála. Ég er bara hjartanlega að sammála, sko. Þetta er, og ég alltaf verið bætiflokka fyrir þá sem jafnvel þó ég sé bara algjörlega ósammála. Já, ég meina, ef þú ert bara einhver lögbrútur og glæpamaður, þá fer það sína leið í því kerfi, en svona slaufuna menninga sem er dómstól götunar, þetta er bara ógeðslegt, alveg fyrir neðan allar hellur og ég óska þess engum að vera tekin að lífi á dómsál laga, það er bara ógeðslegt, sko. Við sjáum til hvernig það fer fyrir þér eftir þetta viðtal. Já, þú bara sýnir þetta ekki. Stefán Máni, takk aðeinslega fyrir að koma þangað til næst. Ekki máli.